Norðurþing vill kaupa Grímsstað á Fjöllum með lánsfé frá Hwang Nu-bo og leigja honum jörðina til að komast fram hjá úrskurði innanríkisráðherra. Sveitarfélagið Norðurþing íhugar nú að kaupa jörðina Grímsstaði á Fjöllum með láni frá Hwang Nu-bo og leigja honum hana síðan aftur. Sveitarfélagið myndi þá eiga jörðina gegn 25% hlut ríkisins. Bæjarstjóri Norðurþings nú staddur í Peking til að hitta Nu-bo. Þorbjörn Þórðarsson segir frá. Kaupsamningur milli kínverska fjárfestisins Hwang Nu-bo og landeigenda Grímsstað á Fjöllum hljóðaði upp á 800 milljónir króna fyrir 72% hlut í jörðinni, ríkið á 25% og þá eru 3% í eigu einstaklinga á svæðinu. Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra, sinniði sem kunnugt kaupunum staðfestingar, en borgarar ríkja utan EES-svæðisins þurfa slíkt samþykki á grundvelli laga eignarétt og afnotarétt fasteigna. Í kjölfarið sótti Nu-bo undanþágu hjá iðnaðarráðherra á grundvelli nýrra laga ívilnanir vegna nýfjárfestinga vegna langtíma leigu á Grímsstöðum á Fjöllum í því skyni að reisa þar luxushótel, golfvöll og fleira. Ekki búið að taka ákvörðun umsóknina í iðnaðarráðuneytinu en nefndin sem fjallar hana fundaði á 5. dag í síðustu viku og í framhaldi af því var ritað bréf til Nu-bos þar sem óskað var eftir frekari upplýsingum. Halldór Jóhannsson, talsmaður Nu-bos hér á landi, segir að ef svar ráðuneytisins verði á endanum neikvætt séu áformin í raun fokin út í veður og vind. Bergur Elías Ágússon, bæjarstjóri Norðurþings, staddur í Kína en hann fór þangað aðfaranótt mánudags og átti að fara til Peking í dag til að funda með Hwang Nu-bo. Eftir því sem fréttastofa kemst næst ganga áformin varðandi Grímsstaði út á að Nu-bo láni sveitarfélaginu Norðurþingi fyrir kaupunum og jörðinni, leigi hana síðan af sveitarfélaginu og leigutekjurnar fari í að greiða upp lánið. Þá líka rætt að leigan verði staðgreidd nokkur ár fram í tíman. Þetta þó allt háð því að iðnaðarráðuneytið gefi grænt ljós eins og áður segir.